Borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkurborgar 2010 til 2030 með vísan til 35. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og til máls tekur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Sigurður Líndal flestum velkunnur. Ég hef nú á tilvitnun í góðan mann eins og borgarfulltrúin Björk Vilhelmsdóttir gerði hér þegar hún vitnaði konu upp í Borgarfirði ef ég man rétt, ágætlega. Og það sem fáir vita eða færri Sigurð Líndal það að hann jafnframt flugkennari, flugmaður og flugkennari. Þegar hann var að kenna ungum manni að fljúga á þessum litlu Cessnum sem hann kennt á, þá stöðvaðist mótorinn skyndilega og fyrir fram að þá var bara spaðinn, kjur, algjör þögn. Og Sigurður Líndal sagði, já, nú reynir á. Og meira var ekki sagt. Og ég vil segja við ykkur, ungu borgarfulltrúar sem að koma að þessu borði núna, nú reynir á. Nú reynir á að þið standið ykkur. Nú reynir á að þið látið ykkar rödd heyrast og forðist það eins og þið getið að horfa til þeirra sem setið hafa lengi hér í þessum stólum og hér út allt, meðal annars sá sem hér stendur, en líka hér mér við hlið á alla kanta. Við höfum gott af því að fá nýjan anda, nýjar raddir, nýjar skoðanir og þið eru óhrætt við það að láta þeirra ljós. Þess vegna finnst mér allavega sorglegt, skulum láta það duga, að borgarfulltrúar þeir sem voru að takast á við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðismanna og fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði að endurskoða ákveðin og einstök ákvæði aðalskipulagsins skuli ekki hafa látið rödd sína heyrast. Skuli hafa bara fylgt eftir þessum línum sem að koma frá öðrum borgarfulltrúum, einhver flokkshollust og svo framvegis. Og af hverju það ómögulegt? Það líka ómögulegt vegna þess að helmingur þeirra sem að sitja í umhverfis- og skipulagsráði sitja í fyrsta skipti. Það að segja helmingur meirihlutans og einn af þremur í minnihlutanum kemur þarna nýrinn, en aðalega þykir mér þó vont og slæmt og ekki góð byrjun að helmingur þeirra sem sitja í umhverfis- og skipulagsráði koma alveg nýjar inn með nýjar hugmyndir skuli samt segja bara já og amen. Fylgja sínum formanni, fylgja sínum flokki, fylgja meirihlutanum, ekki rugga bátnum, ekki fara að tala aðalskipulag Reykjavíkur á þessum tímapunkti. Ég svolítið eins og Styrmir að mér fannst svona margt af því sem kom frá Pírötum í þessari kosningabaráttu hefur verið að koma frá Pírötum áhugavert. Mér finnst áhugavert að leita til borgarbúa og þetta umræða sem við eigum svo oft einmitt í umhverfis- og skipulagsráði að mér finnst við ekki vera að hlusta á borgarbúa þegar þeir gera athugasemdir við það sem við erum að gera þar. Það allt of oft bara valtað yfir þá. Ég kom eitt dæmi hérna áðan að því það bara frá þessu kjörtímabili, svo getum við farið aftan áttur í tíma og fundið fjölda annarra dæma. Það sem auðvitað við eigum að ganga hægt þessi dyr og sýna fólki kurteisi og nærgætni og hlusta á það sem þau hafa að segja. Stundum það gert, en allt of oft ekki horft til þess. En svo ég náttúrulega líka eins og Styrmir, ég skil bara ekki til þessari stefnu Pírata sko. Ég meira sé að laði mig svolítið eftir því að fara að lesa það sem frá þeim hefur komið svona einmitt vegna þessar umræðu núna og ég verð að viðurkenna það ansi mikið svona grautað og skrifað og talað en það svona kannski erfitt að henda reiður á hvað átt við. Nema þegar að þeir félagarnir Halldór Auðar Svansson borgarfulltrúi og borgarfulltrúin Þór Gnýr Thoroddsen skrifuðu fríðarlega grein sem heitir hústöku fólk í borgarstjórn og það talað skýrt. Það mjög skýrt. Þeir segja til dæmis, með leyfi forseta, Pírötum því einfaldlega ekki stætt á öðru en að benda á þá stöðu sem þarna komin upp,
að valtað sé yfir fólk án samráðs og án tillits til þeirra réttinda er nokkuð sem við Píratar í Reykjavík getum ekki horft upp á þegjandi og hljóðalaust. En svo bara leið og þeir eru komnir bak við borðið og umhverfis- og skipulagsráði, þá bara kyngja þeir þessu, þegjandi og hljóðalaust. Það eru vonbrigði. Það eru vonbrigði að menn skuli ekki standa á sínu þegar að svo einfaldur hlutur til umræðu, eins og sá að leggja mat á það hvort ekki sé ástæða til þess að endurskoða ýmsa kafla eða einstaka kafla, hvort við viljum hafa það í aðalskipulaginu. Aðalskipulag Reykjavíkur fyrir þá sem að kannski eru nýir hérna, vil ég meina að aðalskipulag Reykjavíkur svona nokkurs konar stjórnarskrá í skipulagsmálum. Þetta kjölurinn, þetta festan, þetta það sem við erum að vinna með og allar deiluskipulagsáætlanir og hverfiskipulagsáætlanir verða að byggjast á þessu stóra og mikla plaggi sem að ég held að sé gríðarlega faglega unnið að mörgu leyti en stefnan því miður óheillamænleg einnig að mörgu leyti. Þess vegna full ástæða til að fara yfir það og full ástæða til að fara yfir þau stóru mál sem að borgarbúar og reyndar ákaflega margir aðrir hafa bent á að séu algjörlega óviðunandi. Og hér, svo ég haldi mig nú við Pírata, og það nú bara einfaldlega vegna þess að það svolítið auðveldara og þökk sé Píratum það, að nálgast gögn Pírata og það sem þeir hafa verið að segja heldur ýmsa aðra flokka. Til dæmis mjög erfitt að finna gögn Vinstri græna hvað þeir eru að hugsa. Það bara einhvern veginn horfið inn í þetta mikla myrkur sem að veraldavefurinn En hér stendur í þeirra stefnuskrá Pírata, lýðræði í aðalskipulagi, tvípunktur og með leyfi forseta, endurskoða þurfi aðferðarfræði og núverandi form aðalskipulags með það að markmið að auka lýðræði þáttöku íbúa og gagnsæi í ákvörðunartöku. Skoða skuli möguleika þróun á formi aðalskipulags í átt að því að það sé unnið á gagnvirku netsvæði. Já, ég veit ekki, ef að menn segja svona örfáum dögum fyrir kosningar og finnst það svo ekki skipta neinu máli þegar að kemur að því að taka ákvarðanir sem að nákvæmlega byggjast á þessu, þá verða menn og ansi léttvægir fundnir. Því miður, það ekkert að segja annað, ágæti borgarfulltrúi Halldór Svansson. Þannig að við flytjum þessa tillögu hérna aftur. Ég vonum það að fólk hugsi þetta mál upp á nýtt og ég vil vekja athygli á því að 35. grein skipulagslaga, nr. 123 frá 2010, sem að kveður á það að endurskoða skuli eða athuga skuli hvort að endurmeta þurfi aðalskipulagið og mann nú ekki alveg nákvæmlega orðalagið á því, en það gert í ákveðnum tilgangi því það á að gera það í upphafi kjörtímabils og það gert vegna þess að það kemur nýtt fólk inn í sveitarfélögin. Inn í bæjarfélögin, inn í sveitarfélögin, inn í borgarstjórn og það auðvitað alveg ljóst að þetta fólk kann að hafa og mjög líklega hefur það aðrar skoðanir heldur en þeir sem sátu þar áður, fráfarandi borgarfulltrúar og sveitarstjórnarmenn. Þannig það engin skömm að því einfaldlega að hafa aðra skoðun á þessu heldur en þessir gömlu jálkar sem að hérna sitja og mun núna rífa sig eins og þeir mögulega geta algjörlega ósammála því sem að ég segi að þeir eru að verja sína stöðu, verja það sem þeir voru að gera áður og það bara ekki þannig sem við höfum að vinna. Við eigum að vera meiri, við ekki borgarfulltrúar og borgarstjórn, forseti góður og hér skulum að hlæja þessum, það allir sem að núna kveða sér hljóðs og það finnst mér mjög gott að sjá og þannig að þetta verður hressileg og svolítið heit umræða. Ég ætla ekki að fara út í það með hvaða hætti ég vildi endurskoða aðalskipulag. Ég held ég hafi gert grein fyrir því ítrekað hér í borgarstjórn. Ég og aðrir borgarfulltrúar lögðum fram fjölmargar tillögur breytingatillögur á þessari tillögu að aðalskipulagi sem síðan var samþykkt og engar tillögur okkar voru samþykktar. Það var ekki eins og tekið tillit til þeirra. Og það náttúrulega svoleið sem að ég vil segja við alla borgarstjórn, bæði það sem eru búin að vera hér nokkuð lengi og þeir sem eru að koma nýjir að þessu, svoleiðis eiga menn auðvitað ekki að vinna. Þetta náttúrulega fjölskipað stjórnvald og það svolítið annað heldur en ríkisstjórn og þar sem að ríkisstjórnin vinnur sitt og svo það stjórnarandstaðan sem á enga aðkomu ákvörðunartöku. Þannig á það ekki að vera. Þannig ekki
Sveitarstjórnarstigið ekki byggt upp með þeim hætti. Þannig að bara svo ég svona ítrekki það fyrir þá sem að kannski telja það að þeir séu komin hérna í algjöran átakavettvang, jú, sumuleyti þetta átakavettvangur, en að flestu leyti það svo að átökin snúast það að reynt að vinna betur að niðurstöðum, stundan á menn ekki samkomulagi, en sem betur fyrir í mjög mörgum tilfellum verið að vinna úr þeim fjölmörgu skoðunum sem að fram koma. Svo kemur hérna einnig fram hjá Pírötum og aftur þetta endurtek það vegna þess að það er auðvelt að koma að staði hvað þeir eru að hugsa. Þeir segja hérna með leyfi forseta nauðsynlegt sé að ákveða framtíðarstaðsetningu flugvallarins í eins víðtækri sátt höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar og kostur er. Ég bara gæti ekki verið meira sammála þessu, ég ætti kannski bara að fara að ræða við Pírata eitthvað pínlítið og kannski við ættum að starfa saman frekar Píratar og þessi grautur af flokkun sem hann síðan þeir eru að vinna með hér í borgarstjórn, því að ég geti fellt mig við flesta því, ef ekki allt af því sem að Píratar eru að segja hér í þessari stefnuskrá sinni. Svona að gamni sleftu þá tel ég þetta vera mikilvægt mál vegna þess að það er svo margt framundan sem að ríkir algjör óvissa Borgarstjóri myndist hér áðan á hina svokölluðu Rögnunefnd sem að Ragna Árnadóttir veitir forystu og sem á að skila af sér eftir bil 2 mánuði í mestalagi sko. Þannig að við eftir að sjá hér tillögur frá þeirri nefnd sem að hugsanlega geta orðið til þess að við verðum að taka upp aðalskipulagið í heild sinni. Og það eitt af því sem að við gagnrýndum hér, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við aðalskipulagið það, að það ekkert plan B, það bara plan A. Og það auðvitað galli á þessu aðalskipulagi vegna þess að það svo þröngt, það svo einskorðað og það að mörgu leyti lýsir það mjög þröng sínum viðhorfum, því miður. Og það má eiginlega segja það að það sé svona, að því hér var talað einkageirann og uppbyggingu einkageirans í Reykjavík rétt áðan, og því gerir skóna að það verið að bíða eftir einkageiranum og hann gæti ekki neitt eða gerði ekki neitt eitthvað í þeim dúr. En það kannski það sem hefur bjargað aðalskipulaginu og uppbyggingu og borgarþróun þrátt fyrir aðalskipulagi einmitt það sem að gerast hjá einkageiranum. Og við getum nefnt fjölmörg svæði sem að í uppbyggingu og sem að mikil sem að uppbygging á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði sem mikil eftirspurn eftir, en kannski það svæðið sem að kallast Vogabyggð sem að hefur svona einmitt bjargað því sem bjargað var. Að því að þar að rísa hverfi sem að reyndar voru komin drög áður en að fyrir meirihluti tók hér völdin í Reykjavíkurborg. Að því að þegar ég var formaður skipulagsráðs þá voru akkurat aðilar ekki þeir sömu aðilar heldur aðilar sem að áttu þetta sama svæði sem voru að hefja sín fyrstu skref í að deiliskipuleggja Vogabyggðina, en svo náttúrulega bara gerðist það sem gerðist og hérna engar ytri aðstæður leyfðu það að verið að hugsa einhverja stórkostlega uppbyggingu eða mikla lántöku. Þannig að svona breytast hlutirnir og því miður ætla ég að endurtaka svona á hérna síður skemmtulegum nótum að þetta aðalskipulag verði það óbreytt og látið standa, þá mun það leiða til meiri dreifingar byggðar á höfuðborgarsvæðinu en nokkuð annað skipulag í sögu Reykjavíkur. Þannig það nú. Og yfir þetta getum við farið. Það að því leyti til mjög sjálfhverft, að því að byggir á því að allir vilji búa í Reykjavík. En ég held að sé rétt að fólk horfa aðeins upp úr þeim hólum og átti sig á því að svo alls ekki. Og auðvitað það líka undir í þessari endurskoðun sem við erum að tala að gera þurfi, að þarf auðvitað að endurskoða þennan samgöngusamning sem gerður var til 10 ára til reynslu held ég að standi, svolítið sérkennilegt, 10 ára samningu til reynslu, því að ég veit ekki aðra borgarfulltrúa en það vill nú svo til að ég ofta á ferðinni akkurat á þessum álagstímum borgarinnar hér göturnar og það auðvitað alveg ljóst að það þarf að fara af stað með samgöngumannvirki. Framkvæmdir á samgöngumannvirkjum algjörlega nauðsynlegt. Það ekki hægt að frysta heilt samgöngukerfi í borg eins og Reykjavík. Það bara gjörsamlega útilokað og leiðir til þeirra vandræða sem að mjög margir borgarbúar því miður upplifa á ákveðnum álagstímum í
umferðinni í Reykjavíkurborg og þessu þarf að breyta. Það er ekki hægt að stinga hausnum í sandinn og láta sem ekkert sé eða bara tala endalaust það að menn eigi að finna aðra lausnir, af því aðra lausnir fyrir fjöldan eru ekki á boðstólum og þannig er það bara. Og við skulum bara horfast í augu við staðreyndir sem að fjölskyldur þessa lands búa við og fjölskyldur hér í Reykjavík búa við. Ég legg sem sagt fram þessa tillögu og tala fyrir henni hér og auðvitað ger ég mig vonur það að menn standi keikir og samþykki þessa tillögu. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu, þá tekur hv. borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég get út af fyrir sig þakkað fyrir það að aðalskipulagið sé tekið hér á dagskrá. Það er auðvitað mjög stórt mál og skiptir mjög miklu máli fyrir þróun borgarinnar. Við vorum að ræða samstarfsyfirlýsingu meirihlutans þar sem kveðið skýrt á það að aðalskipulag Reykjavíkur til 2030 liggi til grundvallar stefnu meirihlutans á kjörtímabilinu í skipulagsmálum. Og af þeirri tillögu sem hér er flutt það að segja að henni hefur þegar verið ráðið til lykta. Það er rétt eins og kom fram hjá borgarfulltrúanum að í gildandi skipulagslögum nr. 123 frá 2010 kemur fram í 35. grein að sveitarstjórn skuli þegar að loknum sveitarstjórnarkosningum meta hvort ástæða sé til að endurskoða gildandi aðalskipulag. Sú ákvörðun skal meðal annars taka mið af því hvort landsskipulagsstefna kalli á slíka endurskoðun. Ef niðurstaða sveitarstjórnar er að aðalskipulagið þarfnist ekki endurskoðunar heldur það gildi sínu. Sveitarfélagið skal tilkynna skipulagsstofnun þá niðurstöðu. Það þarf ekki að rifja þau upp í þessum sal að kosningar til borgarstjórnar fóru fram 31. maí síðastliðinn og ný borgarstjórn tók við þann 16. júní. Á fyrsta fundi umhverfis- og skipulagsráðs sem haldinn var 25. júní var lagt fram bréf sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur 2010 til 2030 í samræmi við áðurnefnda 35. grein. Á fundinum var svohljóðandi bókun samþykkt af meirihluta ráðsins, með leyfi forseta. Ný samþykkt aðalskipulag Reykjavíkur endurspeglar áherslu meirihlutans þétta blandaða byggð í mannlegu mælikvarða og vistvæna samgönguhætti. Í aðalskipulaginu má meðal annars einnig finna húsnæðisstefnu, stefnu gæði, stefnu borgarvernd auk umhverfis- og auðlindastefnu. Nú tekur við tími innleiðingar sem endurspegla á stefnumótunina sem birtist í aðalskipulaginu í hvívetna. Umhverfis- og skipulagsráð telur ekki sé ástæða til að endurskoða gildandi aðalskipulag með vísan til 35. grein skipulagslaga nr. 123/2010 bréf sviðsstjóra dags 24. júní 2014. Tilvitnun lýkur. Þessari afgreiðslu var vísað til borgarráðs og á fundi borgarráðs 10. júlí var lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs frá 27. júní með áðurnefndri samþykkt frá deginum áður á því að láta ekki fara fram endurskoðun á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030 og meirihluti borgarráðs samþykkti afgreiðsluna á fundinum. Þannig að eins og fram kemur í þessu þá hefur Reykjavíkurborg þegar tekið afstöðu til þess hvort endurskoða eigi aðalskipulagið með vísan til 35. grein skipulagslaga og skipulagsstofnun hefur þegar verið tilkynnt afgreiðsluna. Og því ég að fara yfir formþátt þessa máls, vegna þess að það er mikilvægt og sjálfsagt að þetta komi rækilega fram hér í borgarstjórn. En því í raun við að bæta og rétt að rifja það upp að aðalskipulagið sem samþykkt var síðasta vetur var í vinnslu meira en 10 ár og var leitt af öllum flokkum í borgarstjórnum með þátttöku allra flokka, líka þeirra flokka sem að sitja hér í borgarstjórn nú að Pírötum kannski frátöldum því að þeir eru nýir inn í borgarstjórn en var meðal annars leitt tíma af Sjálfstæðisflokknum og með virkri þátttöku Framsóknarflokksins og þannig að það hefur verið í gildi í fremur stuttastund en í vinnslu mjög lengi og það var stuðningur allra flokka í borgarstjórn sem tryggði því brautargengi hér í þessum sal.
fyrir innan við ári síðan. Það var raun bara á síðustu metrunum sem að 1 eða 2 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins heltust úr lestinni og greiddu ekki atkvæði með aðalskipulaginu. Þannig að ég held að það sé ekki nokkurt aðalskipulag í sögu Reykjavíkur sem hefur unnið í jafn breiðri samstöðu, byggja á jafn ítarlegri greiningarvinnu og jafn heildstæðri tillögugerð. Hafandi sagt það, að þá ætla ég að viðurkenna, og við skulum bara horfast í augu við það, að ýmsir þættir í aðalskipulaginu geta vel komið hér upp á borð og það getur vel hugsast að við þurfum eða viljum breyta einhverju, en heildarendurskoðun væri einkennilegt og undarlegt skref í ljósi forsögumálsins, vinnslutímans, hinnar þverpólitísku vinnu og faglegu samstöðu, að ekki sé mynd á atkvæðagreiðsluna sem fram fór í borgarstjórn. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá veitir borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka borgarstjóranum fyrir þetta innan gæsalappa sögulega yfirlit. Við erum búin að fara yfir þetta nokkuð oft, að aðalskipulagið tók miklum breytingum í þessu vinnuferli sem átti sér stað. Vinnuferli var nú til dæmis mótað af því að þarna kom nú blessaða hrunið þarna inn á milli, og blessaða hrunið innan gæsalappa, svo menn hafið það nú líka á hreinu. Þannig að auðvitað komi margir að gerð aðalskipulagsins og tóku þátt í aðalskipulagsvinnunni, en í því felst ekki að menn séu að afsala sér að taka afstöðu til endanlegrar niðurstöðu á nokkurn hátt. Þannig að við skulum bara hafa það á hreinu og bið borgarstjóran vinsamlegast að taka tillit til þess, því að ég hef svo oft heyrt þessa umræðu áður sem hann núna að fara af staði að þessa möndru. Þannig nú sko að þessi tillaga að endurskoða aðalskipulagið, 35. grein skipulagslaga, hún ekki bundin neinni tímasetningu. Menn geta tekið sér tíma í það að endurskoða það, og menn geta líka tekið sér tíma og endurskoða fyrri ákvarðanir. Og við skulum hafa það hugfast að ýmsir sem að sitja hér í borgarstjórn sitja ekki jafnframt í borgarráði, og myndi jafnframt að ég hygg þakka fyrir það að fá að taka þátt í ákvörðunum ýmsum, meðal annars ákvörðun eins og þessari sem mjög mikilvæg, hefur áhrif á borgarbúa, og ýmislegt eins og réttilega borgarstjóri kemur að hér sem að í aðalskipulaginu þarf að endurskoða. Sumt af því bara svona nauðsynleg handavinna sem að þarf að vinna úr, og það bara verið að gera það svona sanngirni og rólegheitum, en ýmislegt annað ástæða til þess að velta fyrir sér hvort ekki var of langt gengið. Það má til dæmis velta fyrir sér hvort að svo stóra ákvörðun að þétta byggð alfarið á gömlum hverfum í Reykjavík hafi verið góð ákvörðun, og hvort að það sé ekki að kalla á slík viðbrögð sem að við erum að sjá nánast í hverju einasta skrefi í umhverfis- og skipulagsráði, vegna þess að það alltaf verið að koma við eða hafa áhrif á hagsmuni annarra. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið að veita andsvar. Þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjórinn sagði nú svona mestanpart það sem ég vildi sagt hafa, en ég stendst samt ekki freistinguna að koma hérna upp og það rifjaðist upp fyrir mér þegar borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson hélt sína ræður, að eitt af því fyrsta sem að mér var sagt þegar að ég byrjaði fyrir 4 árum í þessum málaflokki, að ég held að hvort það voru verktakar eða einhverju uppbyggingaraðilar sem að sögðu það að besta svarið sem að þeir fengju frá borgaryfirvöldum væri svarið já, næst besta svarið væri svarið nei, en versta svarið væri kannski ekki. Og þetta þýðir að það alveg brjálæðislega nauðsynlegt fyrir alla hagsmunaaðila, auðvitað íbúa borgarana fyrst og fremst, en líka uppbyggingaraðila og alla aðila, að það séu skýrar línur og það sé ekki endalaust þetta hringla í ákvörðunum. Og mér finnst mjög mikilvægt að halda því til haga að þetta við tekið mjög langan tíma þessi vinna,
Það hafa fjölmargir sérfræðingarhópar í rauninni frá árinu 2006 því að það árið 2006 þegar tekur við nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem ákveðið að fara að endurskoða þá tiltölulega nýtt aðalskipulag sem var samþykkt 2002. Það rauninni ekki nema 4 ára gamalt. Og síðan hefur þessi endurskoðunarvinna sem sagt staðið yfir með algjörlega þverpólitískt, það rétt sem kom fram hjá borgarstjóra. Það hafa verið farnar ferðir til útlanda til þess að skoða hvernig menn hafa haft það þar. Það hafa fjölmargir kynningarfundir verið haldnir og meðal annars farið tvisvarsinnum bæði 2009 og líka 2012 í mjög öfluga íbúafundi í öllum hverfum borgarinnar, í tvígang. Og á þessu fundum, þetta voru sumpart vinnufundir, þar sem að íbúar gátu sest niður, komið með hugmyndir, komið fram með gagnrýni og á öllu þessu var tekið fullt mark í vinnslu aðalskipulagsins. Þetta var lengst af unnið í mjög mikilli sátt allra sem voru í stýrihópnum þegar ég kom inn í þessu vinnu, en síðan eins og borgarstjóri gat að þá sem sagt þegar fóru nálgast kosningar fóru menn að hoppa þeim vagni. Og ég verð að segja alveg eins og að ég held að við berum dálítið mikla skyldu til þess að hér sé ákveðin stjórnfesta í gangi. Ég tel að okkur sé ekki stætt á því að halda áfram hér með eitthvað óvissu ástand. Það búið að vinna að þessu, það komin niðurstaða og hún varir auðvitað ekki til eilífðar. Það eru kosningar eftir 4 ár og svo eru kosningar eftir 8 ár. Borgarbúar munu alltaf með reglulegu millibili geta haft áhrif á öll þessi mál. En ég kem hér upp líka til þess að deila svona aðeins reynslu minni sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs, og að því að eins og við sem fylgjumst með samfélaginu, þá vitum við það að núna eru gríðarlega öfl að fara aftur á stað sem að krefjast þess að byggja eins mikið og mögulegt og eins víða og mögulegt og það vill þannig til að formaður umhverfis- og skipulagsráðs með reglulega viðtalstíma á 50 og þangað koma metnaðarfullir athafnamenn sem hafa fundið lóðir hér og þar og þeir vilja frá því framgengt að í úthverfum borgarinnar verði hætt við að hafa atvinnulóðir og byggjast í þess í stað upp íbúðalóðir. Eða að þeir vilja kollvarpa hugmyndum það að skilgreina hafnarsvæði sem hafnarsvæði og atvinnusvæði og byggja þau upp sem hótel og íbúðarsvæði. Eða menn vilja byggja hótelin í íbúðahverfum eða byggja 7 hæða hús, 12 hæða hús í miðborginni. Og í öllum þessum tilvikum getur formaður umhverfis- og skipulagsráðs sagt við þessa aðila: ég þakka áhugann og metnaðinn, en þetta samræmist ekki því skipulagi sem búið að samþykkja. Kemur ekki til greina. Atvinnulóðin verður áfram atvinnulóð, hafnarsvæði verður áfram hafnarsvæði, íbúðarsvæði verður áfram íbúðarsvæði og svo framvegis. Og ef við höfum núna á þessum tímapunkti eftir 8 ára vinnu sagt nei, við ætlum að draga þetta, við ætlum að fara endurskoða enn og aftur, þá myndi endurskoðunartímabilið halda áfram. Það búið að vera 8 ár, kannski ef það verið 10 ár eða 12 ár. Þannig að Reykjavík borg eilífrar endurskoðunar, það verið engar hreinar línur. Formaður borgarráðs gæti aldrei sagt við þessa kappsum aðila sorry, nei. Og það var akkurat eins og borgarfulltrúin Björk Vilhelmsdóttir gat áðan að það oft á tíðum ekki síst siðferðileg skyldu okkar að þora að segja nei. Og það oft pínlítið erfitt að segja nei, en það frekar auðvelt þegar maður hefur 8 ára vinnu á bakvið neiið, það sem að sennilega 200-300 manns hafa komið að úr öllum flokkum, og það gerir líka mögulegt að hafa mjög nauðsynlega stjórnfestu í borginni en ekki borg geðþóttans og borg eilífrar endurskoðunar.
Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, við tökum að sjálfsögðu undir tillögu Sjálfstæðisflokksins. Okkur algjörlega kunnugt afstöðu meirihlutans og atkvæðagreiðslu bæði í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarráði. Eins og borgarstjóri rakti hér áðan að þá var aðalskipulagið tekið til atkvæðagreiðslu á fyrsta fundi umhverfis- og skipulagsráðs eftir kosningar. Og þar bókuðu Framsóknarflugvallarvinir, með leyfi forseta, Framsóknarflugvallar vilja telja ástæðu til þess að endurskoða aðalskipulagið þar sem aðalskipulagið gerir ráð fyrir að flugvöllurinn fari úr Vatnsmýrinni, gengir á græn svæði svo sem í Laugardalnum, þétting byggðar og mikil, svo sem í miðbænum, gömlu höfninu og í Vesturbænum. Tilvitnun lýkur. Þetta í rauninni þau atriði sem við teljum að þurfi að endurskoða í aðalskipulaginu. Aðalskipulagið auðvitað byggir á þeirri forsendu að 90% þéttingarinnar fari fram á flugvallarsvæðinu, miðborginu, gömlu höfninni og síðan í Elliðavoginum, Vogabyggð, sem góð hugmynd og höfum svo sem ekkert við það að athuga það sem kemur fram í aðalskipulaginu, auðvitað oftar að útfæra þetta í deiluskipulagi. Hins vegar, að það sem skiptir svo miklu máli er það að aðalskipulag náttúrulega grunnurinn að allri þeirri vinnu sem á síðan eftir að fara fram, allri deiliskipulagsvinnunni. Og það sem maður hefur tekið kannski eftir er það að borgarbúar virðast svolítið ekki átta sig á því að telja að með þessu aukna samráði sem að meirihlutinn hefur boðað að fólk íbúar borgarinnar hafi meira það að segja hvernig uppbyggingin verður. En auðvitað búið að móta meira og minna þetta allt saman í aðalskipulaginu. Þannig að það verður ekkert ofboðslega mikið svigrúm þegar að farið verður að vinna að deiluskipulaginu. Það líka það að stór hluti af þessari uppbyggingu sem á að fara fram í rauninni á dýrasta stað í borginni. Þannig að maður veltir því fyrir sér hvað fasteignaverðið, hvort það muni ekki aukast verulega. Og nógu nú erfitt fyrir ungt fólk og aðra í borginni að festa kaup á húsnæði. Það erfitt að byggja oft á þessum þéttbýlisstöðum, það erfitt að komast að þessu. En eitt sem að ég hjó sérstaklega eftir, að það eru ýmsar góðar bókanir sem að 3 af sjálfstæðismönnunum gerðu á fundi borgarstjórnar í 27. nóvember í fyrra. En það eitt sem að vekur sérstaklega athygli mína, að það lögð fram tillaga sem að samþykkt af öllum 15, þar sem að lagt til að gerð verið greining og aukinu þörf og grunnþjónustu á þessum þéttingarsvæðum og tryggt að innviðir beri fjölgun íbúa. Þetta eiginlega svona grunnatriði sem maður hefði haldið að ætti að byrja á þegar verið að skoða þéttingu byggðar. Og ég hafði nú samband í dag við sviðið og fékk þar upplýsingar að þessi hópur eða áætlun eða hvað sem átti að gera þarna, að þessi vinna sé ekki ennþá hafin. Þannig að maður velti sér í hvaða röð var verið að hugsa þessa hluti. Annað, að það kom fram hér frá borgarstjóra áðan að hjartað í Vatnsmýrinni væri nú aldeilis sátt við hlutina. Í því sambandi langar mér nú til þess að benda á tvennt og það annars vegar grein sem að birtist í Viðskiptablaðinu 2. maí síðastliðinn, þar sem að samtökin Hjartað í Vatnsmýrinni saka borgaryfirvöld að ganga á bak orða sinna. Og þar meðal annars vísað í deiliskipulagsbreytinguna á Hlíðarenda, síðan varðandi fluggarða, niðurrif þess og síðan varðandi uppbygginguna í Skerjafirði. Þannig að þetta og ámynd þar að það 70.000 landsmenn sem hefðu
skrifaði undir undirskriftalista. Annað að Hjartað í Vatnsmýrinni sendi umhverfis- og skipulagssviði athugasemdir 5. ágúst síðastliðinn varðandi breytingarnar á deiliskipulagi Hlíðarenda og þar þetta rakið og meðal annars vísa til þess að þegar að þessar undirskriftir voru afhentar fyrirsvarsmönnum borgarstjóra þá birtist yfirlýsing næsta dag frá þáverandi borgarstjóra að hann hefði búist í fleiri undirskriftum. Í þessu bréfi líka fagnað því sem að Píratar ætla að leggja áherslu á, lýðræðið, opið samfélag og svo framvegis, að það verði virt þessi undirskriftasöfnun. En það sem að skiptir meginmáli og það sem að við í Framsókn og flugvallarnum eitt af þeim stóru atriðum sem við erum hrædd við, að það hættan sem getur skapast af því ef þessi svokölluð neyðarbraut verði lokað. Því að við vitum það öll að stefnan hefur verið sú að öll þjónusta eða spítala á að fara fram á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Og þessi nothæfi stuðull sem var reiknaður út í tíð eldri reglugerðar, hann segja þessi sérfræðingar að hann sé ekki réttur og það ennþá verið að reikna þetta út. Hins vegar vísa Hjartað í Vatnsmýrinni í þessu bréfi til útreikninga á þessu stuðli sem að segir að ef að þessi svokallaða neyðarbraut, litla flugbrautin sem á að fara að loka, að ef að hún fer að það þýðir að flugvöllurinn muni lokast 16 daga á ári umfram það sem nú og ef við hugsum til þess, það eru 18 klukkustunda fresti sem að sjúkraflug vilja lenda í Reykjavík. Þannig að það þetta sem við erum mjög hrædd við og það þurfi miklu betri gögn og greiningu á þessu áður en að farið út í þetta. Það sem í rauninni þau svæði, það ýmislegt gott í þessu aðalskipulagi, en hins vegar flugvöllurinn og þétting byggðarinnar í gamla bænum, Vesturbænum og síðast en ekki síst við gömlu höfnina. Svo við tölum ekki útivistarsvæði í Laugardalnum. Það eru allt heimildir til þess að byggja þarna í aðalskipulaginu. Og við verðum að koma í veg fyrir þegar við vitum að það sem að margir borgarbúa flokka undir skipulagsslys, við verðum að hlusta á það. Hvað gerðist ekki þegar fólk uppgötvaði nýlega turninn sem að blokkera sín niður Frakkastíginn? Hvernig haldið þið að viðbrögð fólks verði þegar við sýnum myndir síðan þar sem að verða komin 5 hæðar byggingar, stórir klasar alveg, allan hafnarbakkann? Það var sérstaklega sem að við urðum vör við í kosningabaráttunni að þegar við sýndum myndir, annað hvað sem hægt að finna á heimasíðu Reykjavíkurborgar eða í aðalskipulaginu af því hvernig hafnarsvæðið ætti að líta út með þessum 5 hæða húsum, að það voru fulltrúar ýmsa flokka sem hefðu samband við okkur og bönnuðu okkur að nota þessar myndir. Það verður að upplýsa fólk og sýna þeim nákvæmlega hvernig þetta verður. Myndir út Pósthússtrætið þegar þú stendur við Kolaportið, hvernig þetta mun allt saman líta út. Auðvitað mun þetta vera ofboðslega fallegt þegar þú stendur með sjóinn fyrir framan þig og blokkarbyggingarnar í bak við þig. Það annað að það varðandi staðreyndin sú að Reykjavík eitt helsta atvinnusvæði á höfuðborgarsvæðinu á landinu öllu og þess vegna öflugt atvinnulíf forsenda þess að borgin á að vaxa og dafna og auðvitað munu bifreiðar og aðrar samgöngur vega stóran þátt í því. Og við fögnum að sjálfsögðu því að það sé hugað að vistvænum samgöngumátum og það að fólk komist ferða sinna á annan hátt heldur en með bílum. En maður setur stundum stórt spurningamerki við þegar sagt að 4% borgarbúa ferðist á hjólum. Og bara þegar maður fer fram hjá vinnustöðum með Háskóla Íslands og svona svæðum, eða bara þegar maður að keyra sjálfur, að maður sér ekki alveg þetta stóra hlutfall. En það líka vegna þess kannski að það eru líka vélknúin ökutæki eða mótorhjól sem inni í þessu, spurning hvaða árstíma þetta var gert. En miðað við þetta þá ætti væntanlega að vera nokkur 100 hjól fyrir framan háskólann daglega.
Skeifan, Laugardalurinn eitt þessara svæða og Elliðaárdalurinn sem við þurfum að passa upp á. Það heimild, eins og við vitum, í aðalskipulaginu að reisa byggð norðanmegin við Suðurlandsbrautina. Það virðist hins vegar sem mikil andstæða sé hjá almenningi fyrir því. Ég held í rauninni að það sem maður skynjar það að fólki áttar sig ekki á að það sé búið að samþykkja aðalskipulag sem grunnurinn í rauninni að því hvernig borgin verður byggð næstu árin eða áratugina. Og ég held að það þurfi að fara miklu betri kynning á þessu til þess að fólk átti sig á þessu. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vildi í ljósi þess sem að borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir sagði hér áðan að endurskoða ætti aðalskipulagið í samræmi við þá tillögu sem hér til umfjöllunar, benda á það að hætt við því ef við höldum stöðugt upp í þessum málflutningi þó svo að borgarráð í umboði borgarstjórnar hafi samþykkt það með meirihluta 10. júlí síðastliðnum að endurskoða ekki skipulagið, að þá séum við að búa til lögmætar væntingar hjá þeim sem að vilja byggja upp. Ef við stöðugt erum að ylja undir væntingum þeirra sem að vilja breyta aðalskipulaginu fyrir sína hagsmuni, þá getur það enda með því að við sköpum lögmætar væntingar og hvar verðum við stödd þá? Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs og þá tekin fyrir málsmeðferð. Borgarstjóri hefur hvatt sér hljóðs. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég glemdi nú að geta þess í ljósi málsmeðferðar borgarstjórnar, umhverfis- og skipulagsráðs og borgarráðs hér í sumar að eðlileg og rökrétt niðurstaða af því að búið að afgreiða málið að vísa fyrirliggjandi tillögu frá og geri ég það tillögu minni. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér finnst alltaf jafn undarlegt þegar einhverjir telja sig umkomna þess að segja að einhverjir tillögu að vísa frá frekar en að taka hana til atkvæðagreiðslu. Af hverju? Af hverju vísin frá? Hvaða rétt hefur meirihlutinn á því að segja bara ég vísum henni frá? Hvaða lýðræði það? Hvar lýðræðið borgarfulltrúi Halldór Svansson sem að ég óskaði nú eftir að tæki hér til máls en hefur ekki gert það? Hefur þó væntanlega frá eins að segja í þessum tilfellum og vonandi geti sagt okkur eitthvað ást sína á lýðræðinu. Það bara svo að það versta sem að maður heyrir, það þegar borgarfulltrúar komu upp og segja já, við erum búin að gera þetta og þetta bara gott og það verði engar breytingar. Þetta bara fínt. Þannig eigum menn ekki að hugsa. Og ímynda sér það að skipulagsmál sé eitthvað sem að svo endanlegt. Það bara flott, það á ekki að gera frekari breytingar á því, af því að þá verða bara að fyllast allir byggingarverktakarnir gríðarlegri óvissu, óöryggi, og veit ekki hverju að gera af sér. Hvaða bull þetta eiginlega? Hverjum dettur það í hug að tala svona? Þetta gamla aðalskipulagið sem að var í gildi þar til að þetta tók gildi, það tók bara mörgum breytingum. Því var bara margoft breytt, kannski of oft, en því var bara margoft breytt. Og þannig það nú bara. Og þessu aðalskipulagi verður auðvitað margoft breytt líka. Þannig menni ekki að láta eins og þeir hafi bara klárað eitthvað mál, bara byggt þetta hús og það þarf ekkert að gera við það frekar. Það ekki svo. Ég ætla að beða mig líka svolítið að sitja á strák sínum og svona sína kannski meira lítillæti þegar kemur að þessu og umfjöllun þessa tillögu. Þannig að ég vil bara, ég stend hér upp og ég segi ég má útmæli því að verið sé að vísa frá tillögu sem að lögð fram með löglegum fyrirvara
sem eðlileg tillaga og byggir á skipulagslögum. Það búið að fara yfir það hér. Þó að rætt hafi verið þessa tillögu og hún afgreiddi í borgarráð, þá skiptir það engu máli. Þetta ekki endanleg ákvörðun. Það má vel taka upp tillögur sem þessar hér í borgarstjórn. Mér finnst það svona hálfgert svona yfirgangur, svona eins og valtað yfir. Við bara tökum eitthvað tillögu, bara vísum henni frá bara og þið skiptið ekki máli. Það bara þannig. Og þannig að ég segi forseti, þessi tillaga, ég legg til að henni verði ekki vísað frá, menn taki hana til atkvæðagreiðslu. Mér heyrist á öllu að orð Sigurðar Líndal hafi engin áhrif haft, nú reynir á, ekki nokkur, því miður. Hér ganga menn allir sinn gæsagang, allir í einni röð, í stað þess að hver og einn hafi sína skoðun, en þeir eru ekki bundin af neinu hér í borgarstjórn öðru en sinni sannfæringu. Og sem betur fer hafa nú einhverjir bankað aftur því borðið og gera sér líklega til að standa upp og ræða þetta mál frekar, og ég fagna því og vona að þessu umræða haldi áfram, enda nóttin ung. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og hv. borgarstjóri hefur óskað eftir að gera andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil ítreka það að eins og fram kom í máli mínu að tillagan hefur verið tekið til formlega meðferðar á grundvelli skipulagslaga, á grundvelli 31. greinar, 5. greinar, bæði í umhverfis- og skipulagsráði að tillögu á grundvelli bréfs sviðsstjóra og síðan í borgarráði. Og eins og lögin gerir ráð fyrir þá hefur skipulagsstofnun verið tilkynnt niðurstöðuna. Þannig að það væri svolítið einkennilegt að taka til afgreiðslu tillögu á grundvelli sömu 35. greinar að taka aðalskipulagið til endurskoðunar þegar það hefur þegar verið gert í samræmi við ákvæði laganna. Borgarfulltrúinn hefði þá bara þurft að flytja nýja tillögu, ekki á grundvelli þessara greinar, heldur bara almenna tillögu að aðalskipulag Reykjavíkur verið tekið til heildarendurskoðunar. Ef að hann vil flytja það hér sem nýtt mál. En þannig auðvitað lengi hægt að verja tíma í sama mál aftur og aftur, en ég vil bara draga það hér fram að það var ekki það að ræða að meirihlutinn færi hér strax í fyrstu ræðu og leiði fram frávísunartillögu til að loka þar með á umræðu málið. Heldur var umræðinu leyft að klárast og síðan kom fram frávísunartillagan, þannig að umræðan var leyfð, enda hefur hún verið ágæt og út af fyrir sig fínt að hafa hana hér í sölum borgarstjórnar vegna þess að tillagan var vissulega afgreidd í sumarleyfi borgarstjórnar, en enga síður formsins vegna að þá réttara að vísa málinu frá frekar en að taka það til efnislegrar atkvæðagreiðslu. Hv. borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgarstjóri hefur nú sagt að hluta til það sem ég ætlaði að segja, en af því að margir eru nýir í borgarstjórn þá langaði mér með leyfi forseta til þess að lesa upp úr fundargerð síðasta borgarstjórnarfundar. Þar segir í 34. lið með leyfi forseta: Borgarstjórn samþykkir að fella niður reglulega borgarstjórnarfundi í júlí og ágúst næstkomandi samkvæmt heimild í 4. málsgrein 8. greinar samþykktanir stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskrif borgarstjórnar nr. 715/2013. Í sumarleyfi borgarstjórnar fer borgarráð með sömu heimildir og borgarstjórn hefur ella. Samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum og tilvitnun lýkur. Í fundargerð borgarráðs frá 10. júlí síðastliðnum segir í 13. grein með leyfi forseta, 13. dagskrárlið: Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs dagsett 27. júní 2014 samanber samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 25. júní síðastliðnum á því að láta ekki fara fram endurskoðun á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-30 með vísan til 35. greinar skipulagslaga nr. 123/2010, samþykkt með 4 atkvæðum. Þannig að þetta hefur fengið lögformlega afgreiðslu, þetta mál, ekki í umhverfis- og skipulagsráði og í borgarráði, með vísan til fundar borgarstjórnar, og þá gáfum við þeim fullt heimild borgarráði til þess að afgreiða málið á þennan hátt.
og þess vegna finnst mér frávísun vera eðlileg. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Ágæti forseti og borgarfulltrúar. Það sem borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvason baði sérstaklega að fá að heyra í mér, þá ákvað ég að gera grein fyrir svörum mínum við hans vangaveltum, sérstaklega stefnu okkar Pírata og hvernig aðalskipulagið samræmist henni. Það er fagnaðarefni að stefnan og málflutningur okkar var skýr í huga Júlíusar, en þar má líka minna á að í stefnu okkar kemur einnig fram stuðningur við það markmið að þétta byggðina, og út af fyrir sig höfum við aldrei gert ágreiningsefni við aðalskipulagið í heild sinni. En það er rétt að við varaborgarfulltrúinn Þórgnýr Thoroddsen skrifuðum meðal annars grein þar sem að við höfðum áhyggjur á ástandinu í fluggörfunum og stöðu þar og hvaða réttindastöðu þeir sem að voru með rekstur þar hefðu, og einnig rétt að við töluðum fyrir því og höfðum á stefnuskráni að þetta stóra mál með staðsetningu flugvallarins yrði afgreitt í góðri sátt, meðal annars við landsbyggðina. En hins vegar það ansi, eins og hér hefur komið fram, ansi víðtæk og í raun róttæk aðgerð að fara í heildarendurskoðun á aðalskipulagi sem að leggur ákveðna grófar línur og hefur verið unnið í mörg ár. Það eru til aðrar leiðir til þess að ná fram markmiðum, eins og að afgreiða einstaka þætti í betri sátt og jafnvel endurskoða einstaka þætti stefnunar. Og með fluggarðana til dæmis, eins og borgarstjóri kom inn á, þá er það á ábyrgð ríkisins að sjá til þess að starfseminni verið fundin önnur staðsetning, og ég treysti á það að þetta verði ekki með þeim hætti að ekki verið tekið tillit til hagsmuna þeirra sem eru með starfsemi á svæðinu ef farið verið úti að koma öðru fyrir. Ef að spurningar með þetta vakna, þá er Júlíusi borgarfulltrúnum Júlíusi Ingvarssyni, mér þætti gott að heyra í honum álit hans á mínu áliti. Takk. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og ég minni borgarfulltrúa á að ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og titli. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljóðs og við tökum til afgreiðslu málsmeðferðartillögu borgarstjóra að málinu verði vísað frá. Ég ætla að biðja borgarfulltrúa að ganga í salinn. Við göngum til atkvæða þrátt fyrir að ekki séu allir í salnum. Það verður bara svo að vera. Þeir sem greiða málsmeðferðartillögu borgarstjóra atkvæði sitt gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Málsmeðferðartillagan er samþykkt með 8 atkvæðum gegn 6. Þá er gert hlé á fundi í hálftíma